Já, þessi bók, Strákar úr skugganum, þetta verð ég að segja bara mögnu lesning. Hún heldur manni alveg, ég las hana bara í einum rykka á 2 kvöldum og það að því að þráðurinn í henni bæði bara spennandi og svo náttúrulega efnið bara, þetta eru ótrúlegir tímar, ekki bara í sögu Íslands, heldur bara allan heiminn. Þú varst þarna, þú varst þarna þegar að hommar voru að brjótast út í fyrsta skipti. Já, og ég þakkaði fyrir hvernig þú talar bókina, en mér langaði svolítið til að búa til svolítið svona einfalda, skýra og skemmtilega sögu sem fólk var ekkit allt og lengi með. Þetta líka svolítið spennandi og myndi leiða fólk áfram og það gæti svona kynst svona helstu vörðunum í sögunni þannig að það gæti átta sig á heildarsamhenginu. Já, og það tekst fullkomlega hjá þér. Það upplifun mín og þetta hefur maður heyrt eitthvað af þessari sögu gennum tíðina, en þarna eru samt kaplar úr sögunni sem ég hafði ekki hugmynd um. Já, og það vantaði svo mikið þessa bók og þessa sögu að því þetta voru bara svona, eins og segir, bara lítil vitneski hitt og þetta, en vantaði allt samhengið. Já, og aðdragandinn að samtökunum 78, hann náttúrulega talsvert lengri heldur en ég hafði gert með grein fyrir. Já. Það eru raun og veru bara strákar sem eru að hittast í heimahúsum. Lýstu aðeins þessari stemningu fyrir okkur. Hvaða ár eru þetta? Þetta eru svona 74, 73, 74, 75 og að þá fara strákar svona geistrákar að hittast á skemmtistöðum og aðalega var það í kringum Hótel Borg og þá myndaðist bara smá hópur og myndaði smá svona, getur sagt, snjóbolti. Varst þú þar? Ég var ekki þar, ég var ekki komið þar og það sem gerðist bara að það bættist alltaf einhverju nýjir í hópinn og þetta tók svolítið tíma, tók nokkur ár, en þá var eftir nokkur ár, þá var komið þarna svona í kringum 50 manna hópur og sem fór þá að þetta voru náttúrulega strákar sem voru bara líka að leita að þau voru þeim aldrei, þau voru að skemmta sér og leita að kynlífi og svo þróaðist það bara smátt út í það að þeir fóru að ræða sín á milli stöðu sinni í samfélaginu líka út frá því að þeir eru náttúrulega farið ellendis margir hverjir og þá sáu þeir að það var einhver hreyfing á þessum málum og þeir eru náttúrulega svona opið gay sín á milli innan þessa hóps en út á við þetta náttúrulega bara harðlæst lindamál. Já hjá þessum strákum þá vissu flestir þá en þeir voru ekki beint að þú voru ekki að leyna því en ekki að flagga því en þetta voru þannig strákar að þeir voru töluvert áberandi. En á þessum tíma var samt, það var meira en litið hornauga að vera gay, það var bara dauðasynd í raun og veru. Og þó að það væri vitað suma þeirra og kannski flesta þeirra að einhverju leyti, þá var það ekki rætt. Já. Það var bara hort framhjá því og það var svona leyndarmálið sem allir vissu. Leyndarmálið sem allir vissu og einhvern veginn smátt og smátt þá finna þeir flöt á því að vera ekki í félum en vera samt í félum og svona hvortækja, blanda af hvortækja og síðan bara þróaðist þetta yfir í að þeir stofna þarna félag Iceland Hospitality og það svona byrjunin á þessu. Já, og það var bara í einhverju svona heimahúsi? Það var í heimahúsi á Laugavegi 28 og þar voru fundirnir og þar var hittingurinn og þar var vettvangur að því það var kannski vettvangurinn svo stórt mál
að hafa vettvang til að hittast. Þar verður sköpunin til og það var engin sterk yfirstjórn þar. Þannig að Og þeir voru á þessum tíma ekkert endilega að hugsa einhver svona stjórnarskrárleg réttindi eða þannig, heldur bara einhvern veginn að fá að vera þeir sem þeir voru. Já, bara fá að, og líka að vera ekki reyna að ná sko óhygnaðanum og fyrirlitningunni burt af því að vera hommi og þannig að það var ekkert komið út í nein samfélagslega réttindi umræðan. Það var bara hvort að gæti fengið að lifa í þessu samfélagi sem hommar. Og hverju voru, af því að þú skrifaði enda bókina þannig að þú hefur hana eiginlega nafnlausa, en síðan aftast svona nafnatal, þar sem fólk getur fræðist hverju þú ert að tala. En þegar þú hugsaður þennan tíma, Iceland Hospitality í heimahúsi á Laugavegi 28, hverjir voru það sem voru að leiða það? Sko, drifkrafturum, það var Trixi og Guðmundur Sveinbjörnsson og Reynir Már og Veturliði Guðnason. Þetta voru mennirnir sem að bjuggu til geysenu á Íslandi. Og þeir eru flestir svona látnir á undanförnum árum eða þessir af þessum þremur þá eru 2 látnir. Þeir létust báður úr alnæmi í kringu 1990 en Veturliði er á lífi. Og en sko það sem mér finnst svo mikilvægt í geysögunni að það er að búa til hana vettvang og hafa hana vettvang. Það miklu merkilegra heldur en formlegt félag. Að því þarna varði þetta til. Þarna að þeir sem bjuggu til skemmtanalífið, þeir sem drógu homma og lesbíur inn í félagið, að það var þetta fólk sem bjóð til vettvang til að hittast. Já, mitt. Og þú talar það líka í bókinni að því lýst að þessir strákar þeir náttúrulega gegnum þetta félagslíf bara það er það sem þeir finna sko svona kraftinn og það er það sem býr til félagi, það er bara aktíft félagslíf og skemmtanahald. Og þeir styrktu svo hvern annan af því að menn voru ansi litlir í sér á þessum árum og bara hitta aðra sem var aðeins djarfari og koma saman, þú gast lært af öllum. Þannig að þetta var svona sjálfstyrking og þessi hittingar og það hafði svo mikið að segja. Þegar ég kom inn í kringum 1980 að þá var ennþá þá var tilvera okkar í samfélaginu ekki viðurkennd. Nei, heldur betur ekki. Nei, og þá var bara þá var hittingurinn í samtökunum aðalatriðið og kynnast öðrum en það var bara inn á við en gagnvart samfélaginu þá vorum við ekki með neinar stórar hugmyndir og til dæmis að tala gifting og það datt engum í hug. Nei. Það var ekkert svona, það var bara að hitta aðra og þegar ég kemur þá ég náttúrulega að leita bara líka, þá ég ekkert endilega svona pólitískur þegar ég að koma fyrst. Ég bara að leita sætum strákum og það er svona drifkrafturinn að koma á þennan vettvang. Og upplifa að þú ert venjuleg manneskja þegar þú hittir aðra manneskju sem er eins og þú. Sem er eins og ég, og það var mikið þá að upplifa sig, geta upplifa sig sem venjulega mannesku í þessum hóp og það hjálpaði mjög mikið. Og það síðan eru ákveðnir svona áfangar að það gerist reyndar þeir sem voru með íbúðuna Laugavegi 28, þeir flytja erlendis. Þeir flytja erlendis, já. Já, flytja til útlanda. Já. Og hvað gerist þá? Þá raun og veru ferðað í dvala Iceland Hospitality eða lagt bara heila niður, það var ekki formlega lagt niður, en það var haldið kveðjupartí og það sem mætti 30 manns og síðan var svona
hafði verið svona hugsun, óljós hugsun að stofna í ætt í Danmörk og Svíþjóð og Noregi að því það var komið vel á veg forbúnið af 48 og svo norsku samtökin og sænsku samtökin að og það náttúrulega svona ákveðin áfangi líka þegar að það byrtist viðtali í Samúel við Hörð Þorvarsson. Já, það var áður, það var 1975 og það var bara fyrsta viðtali á Íslandi opinberlega við homma. Já, hann kom fram sem hommi og fyrsta viðtalið og manstu eftir að hafa séð þetta viðtal og lesið og svona sko varst þú byrjaðir eitthvað að koma út þá eða? Já, ég man nú ekki sérstaklega eftir þessu viðtali og ekki fyrir en seinna bara og einhvern veginn fór það fram hjá mér þetta viðtal en ég náttúrulega sá það síðar og las það. Þetta var gott viðtal, ágætis viðtal og þetta var gott skref og síðan Hvaða áhrif hafði það heldur svona í þegar tilbaka er litið að það hafi byrst viðtal við homma í tímariti á Íslandi í fyrsta skipti? Ég held að þetta hafi verið meira bara tákgrænt en þetta hafði lítil sem engin áhrif á samfélagið. Nei, það breyttist ekkert. Það breyttist ekki neitt. Nei. En þetta hafði áhrif fyrir Hörð Þorvarsson. Já. Og neikvæð áhrif. Neikvæð áhrif fyrir Hörð. Og en þetta var meira tákgrænt eftir á að þetta var fyrsta viðtalið. Já. Og Já, hann er raun og veru rekst bara úr landi á endanum eða hvað. Já. Með að því að hann er bara ofsóttur eða veittur ofbeldi eða hvað? Já, hann hefur lýst þessu sjálfur og segir þetta sjálfur að hann hafi hrakist úr landi og fer þarna úr landi eftir viðtalið og flust í Danmerkur og hann kemur svo hingað af og til og í einni ferðinni þegar hann kemur hingað 78 að þá er hann að leikstýra á Akureyri og þá stofnar hann, tekur við Iceland Hospitality og stofnar samtökju 78. En þú lýsir því í raun og veru svona að strax þá í upphafi að þá er svona svolítið að misferst svolítið svona andin í Iceland Hospitality hann færist ekki alveg rétt yfir í samtökju 78. Nei, það er alveg rétt vegna þess líka að Guðni Baldursson sem að verður fyrsti formaðurinn að hann er stattur annar staðar heldur en gay almenningur. Þó hann sé á svipuðum aldur og sama aldur og strákarnir þá náði hann ekki hippatímabilinu og bítlónum. Hann var hinum með við girðinguna. Hann tók aldrei inn á sig þessar samfélagsbreytingar. Hann var það borgaralegu maður og það gerði það verkum að hann átti ekki svona samleið með flestum sem voru á gay-senunni Og vantaði þá í hann svona þessa frelsis pælingar hann var meira mjög innmál og veraður í borgaralegt samfélag og farið í MR og var orðin var starfsmaður á Hagstofunni og var mjög borgaralegu maður en hann var alveg einlægur baráttu maður og hann vildi vel en hans sýn hún varð svo ráðandi og það það gekk ekkit upp til lengdar það gekk til nokkur ár og það sem hann gerði hann gerði mikið gagn að því leiti að hann festi samtökin sem samtök homma og lesbía og þannig að samfélagi skildi að þetta var félag þeirra og hann kom á samskiptum við félagin á Norðurlöndum sem fór að heimsækja okkur og veitt okkur mikið stuðning þannig að hann gerði mikið gagn og líka þegar að heimilið hans varð svona hálfgerð félagsmiðstöð eftir að samtöki voru orðin húsnæðislaus á tímabili og við hittust mikið bara heima hjá honum en þessi stefna hans að
að hafa svona borgarlegt, frambærilegt fólk að þetta til að tala við kerfið, þetta gekk ekkit upp. Já, hann vildi að samtökin fengi svona nýtt andlit og þetta væri ekki bara einhver homaklúbur að skemmta sér, heldur að veri svona alvarlegt fólk að tala máli og svona réttindamáli homalesbía og þá svona einhvern veginn eins og vindurinn sem svolítið slegin úr þessum samtökum. Já, það einhvern veginn, þessi aðferð gekk ekki, þetta fór ekki að ganga fyrir fjöldin kom með, fyrir fólk fór að verða sýnilegt og sérstaklega eftir sko Manhattan ballið varð svona, það varð mikið svona mikið framfæra skref. Já, það var eitthvað ball sem var haldið í Kópavogi. Já. Og segðu okkur aðeins frá því. Það var fyrsta gay skemmtunin á Íslandi og það var fyrsta skipti sem að svona gay fólk kom saman og þarna mættu á annað 100 manns og svo voru tekna myndir af þessu og af ballinu og birtar í Samúel og svona blöð eins og Samúel, þau voru lesin svo mikið á þessum árum af því það var bara ein sjónvarpsstöð, ein útvarpsstöð og ekki internet, þannig að þetta var lesið allt land upp til agna og þarna sást allt innu, það var komið nýr samfélagshópur á Íslandi og þetta voru ekki bara einhverjir gamlir pervertar í frökkum sem voru að leita fólk sko. Já, og þú reynir að segja frá því að svona forsvarsmenn samtakana voru mjög óánægðir með þessar myndbirtingar en í raun gerðu þær svo mikið fyrir samfélag homo og lesbía á Íslandi að þessar myndir skildi hafa birst og fólk sá þarna var fólk manneskjur í þessum samtökum. Já, eftir þetta svona sko 1983 og 1984 þá fjaraði svolítið undan Guðna að því að sko fólk fór bara að koma og taka svolítið málinn í sínar hendur. Já, var ekki ljósmyndarinn eða sá sem birti myndirnar hreinlega rekin úr samtökum? Ja, hvernig var þetta? Nei, það voru þeir sem að leyfðum myndbirtinguna það var Guðmundur Sveinbjörnsson, Trixi og Veturliður Guðnason Veturliður var rekin en það var ekki hægt að reka Guðmund vegna þess að hann mætti ekki á þennan fund sem var boðaður á því hann var stattur í Vestmannaeyjum. Þannig að þetta olli mikilli ólgu og eins og við höfum að segja svona að elítan eða fyrirsvarsmennirnir og Hörður og þeir voru brjálaðir og Hörður heimtaði það að nýri reikin samkvæmt því sem þú skrifar í bókina. Nei, ekki Hörður, það var Guðni. Það var Guðni, ok. Hörður sko stofnaði samtökin en Hörður var aldrei neitt sko starfaði aldrei neitt að þessum málum, aldrei og það, til dæmis, ég og Guðni störfuðu mest, þannig að þegar ég að gagnrýna til dæmis og segja þetta, þá ég líka að gagnrýna mig, þannig að það var enginn sem að starfaði jafn mikið með Guðna og ég. Já, ég skilur. Þannig að en Hörður var ekkit inn í myndinni, Hörður bara flutti út og hann kom ekki til landsins aftur fyrir 1991, þá var svona mesti slagurinn af staðinn og En lýst þið mitt fyrir mér svona bara þessari stemningu þarna, þú kemur inn í þetta svona 1980 og þarna Manhattan ballið eitthvað 83 og 4 og á þessum árum, hvernig þá var auðvitað bara fólk hugsaði bara samtökin 78, þetta eitthvað viðbjóðslegt perverta samfélag ekki og bara þetta var mjög á brattan að sækja fyrir ykkur. Já, það var samtökin voru ekki virt mannréttindafélag, þau voru náttúrulega ekki einu sinni mannréttindafélag, þau voru bara litið á þau sem svolítið hættulegt félag einhverja perverta og svo þar ég fór að koma svona mjög mikið úr félum eftir ég gekk í samtökin og fór að koma fljótlega í blöð og svona og þá auðvitað hafði þetta áhrif, fólk hætti að heilsa manni og sleit samskiptun líka við mig. Þannig að og bara góðir vinir og fjölskylda já, svona
þetta var svona blanda af öllu sko. Já, það var blanda af allskyns kunningjum og fólk úr hverfinu og vini mínur úr hverfinu sem ég ólst upp og svona. Þetta var blanda af öllu því að sko maður varð einhvern veginn svona í hverfinu sínu, þá var maður svona þorps pervertin, þráttur ég var í kornungur sko. Og og það líka ekki erfitt að vera opinn með þetta á vinnustöðum og svona, það var á þessum tíma. Jú, það var, að því líka ef þú sko komst úr felum á þessum tíma, þá hvarf allt annað sem þú varst. Þú varst bara homminn. Og ég hætti að verða böðvar og varð homminn. Þarna hann, fólk benti, þarna homminn. Og þá hvarf allur persónuleiki minn og nafni mitt og allt og ég var smækkaður niður í þetta. Og eignað allskyns leiðinlegir karakter eiginleikar. En sko á móti kom að maður grætti líka á því að vera tekin úr samfélaginu og tekin af færimættinu og settur fyrir utan að því það var líka þroskandi og skemmtilegt og það hjálpaði mér líka bara til að þroska sem manneskja og ég einhvern veginn er þakkláttur fyrir þennan tíma hvað ég lærði mikið. Já, þetta skóli sem ekki allir hafa fengið að gangi í gegnum. Já. Og það er þá rosalega dýrmætt að hafa eitthvað samfélag, einhverju tugi stráka sem koma saman og þið hafið sótt mikinn styrk í hvern annan. Já. Ég leit oft á þetta, sko, að því ég droppaði svo út úr menntaskóla, droppaði alveg út úr öllu í samfélaginu og komur einu ekkert aftur inn í samfélagi fyrir ég að vera svona 32 ára gamall og hvar ertu þá að ferða út úr samfélaginu, hvernig lýsir því, bara í félum eða? Nei, þá ég bara alls konar íhlaupa vinnu erlendis að þvælast og svona engin stefna í tilverunni vinna á einhverju stað í hálft ár, safna með pening hver erlendis og þetta og svona hafði engan svona fastan hafði engan svona vissi ekki alveg hvar ég stóð og bara svolítið flautum sko og leit ekki á mig sem sko meðlim í þessu samfélagi sko og var mjög svona andsnúin samfélaginu því ég var ofta að pæla í því hvort ég ætti að fara aftur í menntaskóla og klára námið en ég ætlaði ekki að fara að leita aftur inn í þetta kerfi sem hafði hafnað mér. Var það algengt á meðal þessara stráka að þeir upplöðu sér svona fyrir utan samfélagið? Já. Og það er sko líka, það er það er svona inngróið í mann, það fer aldrei og til dæmis þegar ég samsama mig með öðrum hommum að þá er það þessi kynslóð og þessi strákar svolítið droppátar. Ég samsama mig ekkert mikið með sko hommum í dag sem eru bara svolítið eins og hverjir aðrir þjóðfélagsþegnar. Það er ekki minn hóp. Forsetaframbjóðendur og svo framvegis. Já, þannig að en þegar ég hitti Nonna Ragnars að þá fannst mér að vera komin heim sko. En hann nú látin sko. Og þannig að þetta hefur svona áhrif á sjálfsmyndina og hvernig maður hugsaður samfélagið og Ég getur rétt ímynda mér. Já. Og þú lýsir í bókinu að sko homarnir á undan eldri en þú. Já. Þeim leið bara svona ágætlega sko í þessu myrkri, eða það er að segja að svona þeir væri svona skjóli þagnarinnar og það vildi ekkert vera að rugga þeim bát mikið. Nei, þeir voru búin að finna sko eftir margra ára tilraunir þá voru þeir búin að finna sína fjöl inn í þessu fjöluleik og mæta í eitt hotn á Hótel Borg en að öðru leyti voru þeir ekkert að flagga neinu sko. Og ég líka sko, því það var ekkert internet, maður gæti ekkert leitað að neinu og þá var enga bækur þetta og þá leitaði ég svolítið í samtöl við eldri menn til að fá söguna, til að fá skilningin. Ég lærði mikið af þeim og ég hefði ekki viljað missa af því.
en þeir voru með alltaf hugmyndir heldur en ég. Hvað hérna aftur? Þegar ég flutti á Birkimel, þá var einn frægur Elías Mar. Já, Elías Mar, hann bjó í stegangunum við hliðina mér. Já. Hann er einn svona til þessari eldri kynslóð. Já. Og já, ég þekkti hann. Já, og ræddur við hann einhvern tímann þegar þú varst að taka saman svona... Já, ég ræddi við hann. Já. En eins og þú talar svona 91, þú nefnir 91 þegar að höru Dóra kemur tilbaka, þá er svona mesti slagurinn búinn. Hvað er að gerast þarna á árunum áður fyrir 91? Ég tala að mesti slagurinn sé búinn vegna þess að þá er komin tengingin við samfélagið. Að þá er samfélagið komið í viðræðu við samtökin 78 á Homo lesbíur. Og það er raun og veru gegnum alnæmis. Það er gegnum alnæmi. Og það er búið að viðurkenna svona upp á 1990, þá er búið að viðurkenna tilveru rétt okkar. Við séum til í samfélaginu og þá er komin tengingin. Þannig að mér fannst þá eins og það sem væri eftir, þá var ég bara svona þessi bírokratiska vinna að tengja samfélaginu að fá lög og alþingi og þetta og það myndi taka nokkur ár. En við vorum komnir inn. Já, en þegar einmitt alnæmisfaraldurinn fer að brjótast út að þá lýsir því að svona heilbrigðisyfirvöld voru í vandræðum með svona hvernig er þetta að nálgast þennan hóp og svo framvegis og þess vegna kemur þessi raun og veru viðurkenning á samtökunum 78 á endanum með hvað. Já. Þegar heilbrigðisyfirvöld áttu í mjög miklu vanda að ávarpa okkur að það mátt ekki. Opinber stofnun eins og landlæknisembætti gat ekki fara að tala um homma. Það mátt ekki. Það mátt ekki segja þetta orð. Nei, það mátt ekki segja þetta orð. Og að fara að tala við okkur á jafnréttisgrundvelli og veita okkur athygli. Þetta var svolítið slagur til að byrja með. Og þú, þegar ég var að vinna í þessu og upp í landlæknisembætti að það var svo langt á milli að þeir bara sögðust ekki geta þetta í byrjun og Hvað varst að vinna upp í landlæknisembætti? Ég var að reyna að fá embætti til að tala við okkur og hjálpa okkur að takast á við AIDS, bæði varandi svona bæklinga hættulaust kynlíf og samfélagi stytt okkur og fjallaði homma og þeirra svona félagslega veruleika og þetta var mjög erfitt í byrjun og það var svo langt á milli að ég fór einu sinni með vini mínum til hans Kristjáns Ellerssonar ónæmislæknis og eftir mikla rimmu upp frá í nokkur skipti og spurði hann bara hreint út: Kristján, getur þú sagt mér er ég bara geðveikur? Eru hugmyndir mínar bara er ég bara klikkaður? Þessar hugmyndir hvað? Það að samfélagið ætti að sinna okkur. Og þetta var svona, fólk átti sig ekki á þessu í dag. Og Kristján sem var er mjög góður og greindur maður, hann sagði nei. Og þetta bara tæki tíma. Á endanum fékkst það í gegn að það var gerður einhver svona sameiginlegu bæklingur sem samtökin 78 og landlæknisembættið vann saman og hann var samt alveg stuðandi fyrir fólk. Hann var stuðandi. Og bara fólk var bara, hvað er í gangi hér, einhver homma bæklingur. Ég dreifði honum og segja hans ráði í bókinni að hvernig viðbröðin voru og það sýnir ég sagði frá því í bókinni til að sýna ástandið í samfélaginu, gagnvart okkur. Var það sá bæklingur sem mátti ekki liggja fram í húð og kyn? Já. Nei, takk. Já, af því ég var búin að fara með nokkur apótök og mátti ekki liggja fram í, þá hugsaði ég set bara bunkan inn á húð og kyn. Og ég fekk ekki að það var bara hjúkrunarfræðingar og læknar voru bara út með þetta. Út með þetta og það sagði við getum látið þetta liggja frammi hjá okkur. Skilur eins og við værum ekki með í samfélaginu og ég spurði hann þá hvað heima hjá mér og þetta var svona eftir á, mér var náttúrulega mjög brugðið og
En þetta var rosalega alvarlegu tími, alnæmis tímin og maður hefur svona í seinni tíð heyrt einhverja sögur, fólk að tala um strákana sem að urðu veikir og urðu bara svona eitthvað opinbert leyndamál sem enginn mátti tala um og voru bara eins og eiturefna úrgangur sem að enginn vildi koma nálægt. Og þetta var alltaf ræðilegt að fyrir bæði þá og fjölskyldur þeirra að ekki bara að fá banvænan sjúkdóm heldur einhvern veginn fyrirlitning samfélagsins algjör. Já, þú ert bæði veikur og ert að deyja og líka fá fyrirlitninguna onni það. Að þetta var eins og að greinast með alvarleg krabbamenn og þú erið fyrirlitin. Og fólk áttar sig ekki á því hvað þeim leið illa. Og þetta voru ungi strákar. Og þau voru allt í einu ekki lengur með líka í hommahópnum af því að strákar sem hefur verið ungir og sætir og eftirsóknarverðir og svo allt í einu voru þeir ekki lengur eftirsóknarverðir þeir voru bara og það er svo erfitt, við getum alveg talað um bara unga óharnaða menn sem strákar sem að lendi því að fá dauðadóm og með honum líka svona þrúandi skömm og bara hræðileg einsemd og þannig að þetta er svakalegt að hugsa til þess. Já, ég náttúrulega þekkti þess að stráka og talaði við þá og ég skildi ekki allt þá að því ég var þá ungur sjálfur en ég skildi þetta seinna mér og líðan þeirra var alveg skelfileg en þvílíkir naglar þessi margir þessi strákar ég á ekki orð og hvað skildur ekki þá og skildur síðar? Bara líðan þeirra og að til dæmis og að líka tilfinninguna að þeir eru svona ungir og þeir eru að deyja eiga kannski eftir nokkra mánuði en 2 árið eða eitthvað maður áttar sig ekki á því hvað þetta þýðir maður næri sig ekki á þessum aldri og þetta er bara eins og með fólk sem fari krabbamenn það veit enginn hvað það er að frá krabbamenn fyrir hann greinist með það og það var eins með þessa stráka og líka það náttúrulega fór mjög mjög erfitt fyrir þá að vera ekki lengur með vera afskrifaður og svona ungir einn ræddi það lengi við mér það fannst honum mjög þjáningafullt og það er líka svona átakanlegt að í dag sem betur verð það eru enginn að deyja úr alnæmi það er komin lyf og svona og þessi strákar sem að hurfu á þessum tíma þetta var bara svona tímaspursmál ef að þeir hefðu verið aðeins seinna með sinn sjúkdóm þá verið þau kannski með okkur í dag þannig að þetta er svona það er svona margt sorglegt við þetta og líka óttin við okkur á þessum árum ég var svo heppinn að ég smitaðist ekki en fólk var mjög hrætt við mig og þegar ég fór einhvers staðar í kaffi þá þegar ég kvaddi þá var örugglega kaffibóllanum hann kannski tekið með plasthönskum eða skiluru og hnífapöri mín og fólk var svo hrætt við mann og líka á börum og svona og þetta voru skrítin ár þetta voru erfið ár mér fannst þetta mjög erfið ár og ekki var ég smitaður ég man bara að því ég nú fættur 78 þannig að 90 er ég 12 og uppur þessum árum þá ég man alveg eftir þessum 8 einhvern veginn að ef að það barst í tala þá var ég hommið þannig þá bara gjör svo vel ekki snerta neitt koma og þetta er bara rosalega skrítin tími og ég man líka eftir balli sem var haldið í Risinu gamlarskvöld og það var á þessum AIDS árum þegar AIDS var alveg bara í toppi og það kom ég þarna inn og það voru mikið af veikum strákum og þeir hefðu verið að meika sig til að meika allar skellurnar, sárin og krabbameinið og allt og voru samt einhvern veginn svo miklu töffarar, þeir voru að skemmta sér og ég man alltaf, þegar ég kom þarna inn
þá fannst mér eins og þetta væri einhverju ævintýri, það var svona álaga myrkur yfir öllu. Ég gleymi aldrei þessari tilfinningu. Það var engin gleði, þetta var, menn voru að reyna að skemmta sér, en þetta var skelfilegt. Þarna í risinu, hvaða húsnæði var það? Það var á Hverfisgötunni, gengt lögreglustöðinni. Sem að samtökin 78 voru lengi eða? Já, nei, sko, við fengum það alltaf leikt á Gamlárskvöld. Já. Til að halda þessa árlegu skemmtun. En hérna, og já, svo sem sagt þessi ár, 90, hvað, það alnæmisfaraldurinn gerir það verkum að þið verið allavega svona einhver viðurkennd stærð í samfélaginu. Já. Og hérna, og samtökin 78 fara að blómstra hérna á 10. áratugnum eða hvernig lýsir þessu? Já, þá fenguðu svo mikið goodwill. Það er eins og samfélagið hefði sko sektarkennd og vildi koma til móts við okkur. Og þá fenguðu svo mikið goodwill og hérna fengum hérna húsnæði fyrst á Lindagötunni og í gegnum landlætisembættið og þáverandi borgarstjóra hann Davíð Oddsson og Ólaf Ólafsson landlækni, þeir rettuðu nú bara þessu hús á Lindagötunni yfir helgi og síðan fengum við aftur nýtt húsnæði til eignar að hluta á Laugavegi 3 og það var Ingibjörg Sólrún sem var þá borgarstjóri og svo var svona heilbrigðiskerfið að tengjast okkur, svo félagslega kerfið og menntakerfið, þannig við fengum goodwill frá öllum þessum kerfum og vorum svolítið tekin inn í samfélagið. Reyndu aðeins nær hérna. Já. Og hérna, er það á Laugavegi 3 sem að eru með regnbogasalinn? Já, það eru Laugavegi 3. Og það var mikilvægt á þessum tíma, segir að það var svona félagsmiðstöð. Það var félagsmiðstöð, já. Þetta bókasafn líka? Já. Það var bókasafn og svona skrifstofur og stór salur, bara eins og á veitingahúsi og bar og kaffistofa. Þetta var mjög gott og fínt húsnæði. Og það var þessi regnbogasalur, það sem að barinn og kaffistofan var. Sko. Og þarna var hægt að halda alls konar litla tónleika og samkomur og svona. Já. Og var reglulega gert. Og þarna var mjög stórt bókasafn. Bara mjög gott bókasafn og líka vídeósafn með svona kvikmyndum og þess að þar. Og þetta var mjög svona góður staður, góð félagsmiðstöð. Og þangað komu líka margt ungt fólk úr skólum bara til að leita sér fróðlegs eða það var að skrifa ritgerðir og fekk lánað á bókasafninu. Og var þetta svona staður þar sem að svona fyrsta snerting þeirra sem voru kannski að koma úr skápum að þeir ákvaða að kíkja niður í samtökin 78 og stinga nefinu þar inn og svona, það var oft þannig. Já. Og hérna á Lindagötunni, það var alveg blómstrandi sko líf þar alltaf og líka svo í byrjun, sérstaklega í byrjun á Laugaveginum og hérna þangað, þessi hús, þetta húsnæði, þetta var vettvangur. Og hérna það sem fólk gat komið og kynst öðrum og náð sér í fræðslu og þetta var svona, mér fannst þetta eiginlega svona bestu árin sko. Þannig var mikið líf og reglulegar samkomur eða félags svona lífið þú gast droppað þarna inn. Og ég var reynda líka einhvern tíma þegar ég er unglingur að þá er mér sagt sko að rétt fyrir neðan á horninu og hvað heitir gatan þar sem að gamla bíó er Ingólfsstræti og þar er svona játtlið inn í svona skuggasund og mér var að benda á að þarna er einhver svæsin homaklúbur sko alveg og ég man eftir þessari tilfinningu bara svona mystíst við það sko að væri einhver svæsin leður homaklúbur og hvað væri þeir eiginlega að gera þarna þessi gaurar og þú lýsir þessu vel í bókinu. Þetta var rosalega mikilvægt félag sem að þarna var. Segðu okkur aðeins frá því. Þetta
sko, þau byrjaði út frá því að þegar homum var ekki svona, var svolítið meinað að koma á skemmtistaði og að akkur ekki bara búa til okkar eigin skemmtistað, halda okkur eigin skemmtanir og hann kom svolítið út frá því þessi klúbbur og líka það að homar kæmu saman þarna og væri svo bara að styrkja hvern annan með því að hittast og kynnast og leðurklúbbarnir í Evrópu, þeir voru svona fyrir fólk sem var svolítið svona búið að koma sér svolítið fyrir og einhvern veginn svona ekki var nætt mjög löst í rásinni heldur, þetta var svolítið formfastur klúbbur sko og það var ákveðið að gera svona hér á landi og þetta heppnaðist bara mjög vel og þessi klúbbur starfaði í 25 ár. Hvað hétt hann aftur? Það er svona mótorhjóla nafn á þessu eitthvað? Já, MSC Ísland. MSC Ísland, alveg rétt. Já. Og var náttúrulega alltaf mjög ábyrjandi í Gay Pride-göngunni. Já. Og þar er sem sagt bara svona hittingur og félagslíf fyrir núna. Já. Síðan fara að opna líka barir, gay barir voru, þegar ég var ungur strákur, þá voru nokkrir niður í bæ, svona á mismunandi tímum sem voru opnir, sem að voru það voru margir barir og það var Spotlight og Barbara og svo efst á Laugaveginum Moulin Rouge Agadabra og Mansbar þetta svona barirnir kom og fóru sko. Þetta var mikilvægur þáttur í bara viðurkenningu þessa samfélags á Íslandi. Það er að reyna að benda á í bókinni að félagslífið og menningarlífið og skemmtistæður líka menningarlíf og að þetta gerði miklu meira heldur en fólk á skrifstofu samtakana. Einhver bjúrokrasía. Hún var bara meira formsatriði sem kom út úr þessum hitting en þetta skiptir svo miklu máli þessi skemmtistæðir og þarna náttúrulega kynntust margir og þarna komu margir úr félum þetta hjálpaði svo mörgum og hvenær er sem sagt Gay Pride fyrst? Það verður náttúrulega stórt skref þegar að homar og lesbíur fara að halda Gay Pride að þá voru viðtökurnar mjög fljótlega miklu betri heldur en þið leyfið ykkur að vona. Já, og þetta var nú fyrst svona ganga frá húsinu á Lindagötu og niður Laugaveg, bara örfáir og þetta byrjaði þannig og svona sko ég er ekki með all ártölun á hreinu en svona 1999-2000 þá byrjar raun og veru Gay Pride fyrst í smáum stíl og það var niður á Ingólfstorgi og síðan bara vattið upp á sig og varð mjög fljótt stór viðburður og það kom sko homunum og lesbíunum mjög á óvart hvað þetta heppnaðist vel því að menn byggust alveg eins við að þetta myndi ekki ganga upp. Þá tekur við það sem þú kallar í bókinni góði áratugurinn frá 2001 til 2010 þegar að þessar Gay Pride hátíðir haldnar árlega og voru bara stærri og stærri í hvert sinn og þarna var bara opaslega mikil vakning og svona frelsi homma og lesbía var miklu meira heldur en áður. Og líka bara gott og réttindi líka sem koma sko réttindi koma alveg á færibandi og Gay Pride stækkaði almenningu kom sko upp í 100.000 manns og skemmti sér og sýndi þessu stuðning og jafnvel kirkjan gaf sig með hjónabandið og þannig að á endanum síðust allra en og þannig að þetta var mjög góður áratugur og hvað
sko, Páll Óskar, hann verður heimsfrægur á Íslandi þarna 90 svona seinni hluta 10. áratugurins myndi ég segja, held ég. Er ekki svolítið mikilvægt að svona einstaklingar eins og Páll Óskar verða ábyrjandi fyrir þetta samfélag? Jú. Hann lagði mikið í Gay Pride og hefur gert alla tíð. Já. Og það mjög mikilvægt að það séu einstaklingar sem að eins og hann og það gerir mikið fyrir bara sýnileikan og núna líka eins og þegar Baldur bauð sig fram til forseta, það gerir líka mikið og það svona styrkir hlutina sko. Ég man líka eftir persónum eins og hún Rósa og Spotlight. Já, Spotlight, og svona karakterar sem að voru líflegir og það það sem að Páll Óskar var með í Eurovision sín tíma þegar hann fór út hvort það lagi hitt Hinsti dans það var alltaf eitt flottast á Eurovision lagið sem að hefur verið gert og hann var bara alveg magnaður hvað ég segja talsmaður þessa samfélags á þessum tíma. Já, hann var það og er enn og fólk sem er svona í stöðum sem að er áberandi hvort sem það vinnur í útvarpi eða sjónvarpi það verða alltaf þau verða svona smátt og smátt oft talsmenn og gera mikið gagn. En síðan er sko fer að hallundan fæti eða svo má segja svona í kafla sem að þú kallar velgengnin fór ekki vel í alla. Já. Frelsisbaráttan gleymd ráðist gegn gay-hreyfingunni allt undir hugmyndafræði bannað að segja gay. Hvað eru að tala um hérna? Hvað gerist þarna? Sko þarna fer að koma inn fer að koma inn sko svona nýja kenningar og úr kynjafræðinni og umdeild kenning í kynjafræði sem er hver theory og þetta eru sko svona feminískar menntakonur og mjög heita feminíska menntakonur og þær koma með þessa með kenningu og það sem kenningin og verður aðalatriðis og það nú bara þannig að sko félag sko sem eins og samtökins félag sem setur sko kenninguna ofar fólkinu það ekki mannréttindafélag. Og hver var kenningin? Það pólitískt félag. Hver var þessi kenning þessara kynjafræði kvenna sem að koma inn í þetta? Hvernig var svo hugmyndafræði? Sko, þetta eru svona femíníska menntakonur sem komið með þetta og þetta hver theory það sem að þýtt á íslensku hinsegin fræði og þá og það blandað þarna líka hugtökum úr fötlunarfræðum og ýmsu að það að þessi fræði þau ætlar að eigna sér homolesbjur og gera smálsværi þeirra og ásamt mörgum öðrum hópum sem að þau sögðust vilja sinna og þá jaðarsettum hópum fór að tala fólk á öðrum kynþáttum, fatlað fólk og þess áttar og allir sem að raun og ekki normal samkvæmt þeirra skilgreiningum bara ert sískynja hvítur kallmaður þá ert ekki inn á þessu sviði en allir hinir eru og taka sér svo umboð og vald og segist geta talað fyrir þennan hóp og ég veit ekki hvaðan þetta umboð kom og þetta vald það hefur engin samtöki 78 eru áhugamannafélag og þetta engin ríkisstofnun og
og það hefur enginn gefið þetta umboð til að fjalla þessi mál út frá þessu sjónarhorni og þetta fór náttúrulega bara mjög illa í homo og lesbíur hér og sko það sem mér fór verst í mig líka að það var sko kenningin eins og ég sagði áðan að hún tekin fram með fólkið en samt þykist þau vera mannréttindafélag en þetta ekki mannréttindafélag lengur þetta pólitískt félag þegar komna svona sterkar kenningar inn í félagið þá er þetta pólitískt félag og þar með talið sagt, eins og hún nefnir einhvers staðar að það er bannað orðið gay það verður ekki lengur hægt að nota það já sko það var allt hinsegin og hinsegin þýðir það að ég á að skilgreina mig út frá því sem ég er ekki þannig að ég á að segja ég er ekki straight og það er skilgreiningin og það er eins og ég myndi skilgreina mig sem mann með því að segja ég er ekki dýr og þetta er alveg það sama þetta er sambarlegt með því að setja þetta ég er hinsegin þá ertu náttúrulega bara að segja hvað meinar ég er ekki straight það er skilgreiningin á mér, ég er ekki straight ég vil ekki skilgreina mig út frá því sem ég er ekki ég vil bara skilgreina mig út frá því sem ég er hommi og ég er samkynhneigður og það er svo margt í þessu og síðan sko var að systematískt reynt að útrýma orðinu hommi, lesbía og samkynhneigð það er aldrei notað og ef þau eru 2 hommar drepnir á götu í London þá er sagt 2 hinsegin manneskjur drepnar á götu í London hvaða fólk er þetta hinsegin manneskjur hvers konar manneskja er það og þetta er ákveðin taktík þetta er ákveðin taktík til að eyða það sem þeim fannst veldi hommana í þessari hreyfingu með því að hætta að nefna þá eina fólki sem er nefnt í dag það er trans það er alltaf, þegar fjallað transmál þá er alltaf nefnt transfólk og það er náttúrulega mjög gott og það er eðlilegt en þegar eru hommar og lesbjur þá er það ekki nefnt, þá er það hinsegin með því að eyða orðunum þá er þetta að eyða áhrifamætti þeirra og Þetta er vandhugsað, það er að segja sko, hvernig orðanótkunin hvernig henni er beitt að það er að við sjáum það er í öðrum kreðsum alls konar svona þegar það er komið með ný orð yfir eitthvað sem við höfum þekkt í áraraðir eða aldana rás og þá er eitthvað svona hugmyndafræði sem það er að baki það er hugmyndafræði að baki og það er svo margt í kringum þetta hinsegin til dæmis þegar ég var að koma úr fjölum þá var öllu allt sem ég var því ég var eitt og ég var bara hommi og ég var bara þekktur sem hommin en í dag að þá eru samtökin þau eru að skilgreina fólk sem hinsegin og þeir svo að sé ekkit annað og þau eru farin að tala hinsegin börn og þau eru farin að sko eins og var gert við okkur í gamla daga að þessi hinsegin börn þau eru ekkit annað en hinsegin og mér finnst að eigi að láta börn í friði varandi skilgreiningar börn eru bara börn og við höfum ekki sko, við vorum alltaf að berjast gegn því að vera skilgreind út frá kynhneigðinni en það er bara einn hluti af mér sem er hommi það er mín kynhneigð, ekkert annað en núna eru svona þessi hreyfing, hún skilgreinir allar manneskjuna sem hinsegin mannesku hinsegin börn og þetta er mjög hættulegt og þetta er mjög hættulegt fyrir þessa einstaklinga að vera skilgreining svona og kaupa þessa skilgreiningu. Af hverju eru þið farin að taka börnin inn í þetta heldur? Ég veit það ekki og það bara ég hef ekki þekkingu á því og síðan er annað eins og með þessa hreyfingu að stór þáttur í hugmyndafræðinni það er kynjatvíhyggjan að
að stíga út úr henni, að þessi séu menn og konur og það bara yfirlýst í hérna hver þjóri að þetta hérna að stíga út úr kynjatvíhyggjunni og þetta getur verið mjög fallegt í fyrstu að gera uppreist gegn kynjatvíhyggjunni. Ég tala nú ekki þegar maður er ungur og svona að þá hérna þá eitthvað fallegt við þetta. En ég einhvern veginn lít þannig á að ég vildi frekar gera uppreist innan kynjatvíhyggjunar að karlmenn þeir eru, sama hvernig þeir eru þá eru þeir alltaf karlmenn þeir eru bara svona karlmenn það þarf ekki að stiga út úr bóksinu sko karlmenn ekki bara sko James Bond og Rambo og þeir eru alls konar og fyrir utan það að James Bond og Rambo ekki til þeir eru skáldaðar persónur og hérna og ég vildi vinna frelsinu innan kynjatvíhyggjunnar en þau eru að þau leggja svo miklu áherslu á því að stíga út úr kynjatvíhyggjunni og fólk skilgreinir sem kynsegin. Já, ég upplifði það aftur af því að það er svona þetta stríð gegn öllu sem að einhver svona normativitet, skilur, eitthvað sem er eitthvað það sem hét áður normalt, eðlilegt, að því sagt stríð á hendur og þar með kynjatvíhyggjan sem er náttúrulega bara og það er svona mjög einkennilegt stríð sko, að fara að ráðast gegn einhvern veginn hvað manneskjur eru. Já, ég ætla ekki að sko skipta mér að því hvað fólk eða skilgreinir sem kynsegin ég ekkert að skipta mér að því en fyrir mig þá finnst mér þetta röngnálgun til dæmis þegar hommar voru að koma úr félum og byrja sína gay pride göngur 1970 í London þá gat samfélagið ekki viðurkennt á hommar og lesbíur sem karlmenn og konur þannig að 1970 þá brest samfélag þá svona hugsaði þeim ekki vera karlmenn og konur venjulega konur að þá var talað þriðja kynið og við erum að fara aftur á þann stað skilur, mér finnst eins og við sem að fara tilbaka. Og þú segir líka, sko, þú kallar þetta nýtt hommahattur, eða svona, segir hér, með 30 ára baráttu hafði gamla hommahattrið verið kveðið í kútin, en það var erfiðar að verjast nýja hommahattrinu og úthugsaðari árás á geirhreyfinguna innanfrá. Já. Stöðugt var hamrað á því að hommar væru forréttindastétt í eigin félagi sem hleypti ekki öðrum að. Efnaðir hvítir karlmenn sem hefðu svikið sameiginlega frelsisbaráttu. Já. Þannig var markvisst búin til óvinna mynd af hommum og kappkostað að koma því inn hjá fólki að þeir sem áður voru fyrirlitnir nýðingar væru orðnir kúandi yfirstétt. Já, þetta var bara það sem hefur gengið svona kannski frásegnin bara 2014. Það er þessi viðhorf að samtökin hefðu verið karlavígi og feðra veldi og það það stúta því sískynja hvítra kalla sískynja hvítra kalla og það sko það ég minna virði að því ég hvítur og að því ég sískynja að það sko það löstur og ég vil ekki skilgreina fólk út frá húðlit eða kyni eða kynhneigð sko þannig lagað. Ég kaupi ekki þetta viðhorf og þau þekki ekki til sögunar að til dæmis samtökin hafi verið eitthvað karlavígi þetta bara ekki rétt og samtökin voru bara ekkit þegar hommar og lesbíur voru að byggja þau upp samtökin, þau voru nú ekkit eftirsóknarverð en leið þau voru komin á legg og voru einhvers virði í samtökin og fólk voru að vilja koma í þau og það þótt orðið bara gott félag að þá koma þessi áhrif inn og er þá bara það hreinlega bara kynjafræði menntakonur sem að koma inn í samtökin og inn í stjórn hvernig gerist þetta? Sko, nei, þetta fólk er svona í kring og svona árvini í stjórn og svona og þessi hugmyndafræði hún verður alveg alls ráðandi og tekur algjörlega yfir sko. Þáttur í því þessi regnbogasalur sem við ræddum áðan á einhverjum tímapunkti þá er hann
látin víkja eða honum er rústað í raun og veru fyrir einhvers konar kalda skrifstofu eða hvað lýstu þess aðeins? Já, sko, honum er rústað og hérna og sko það er svona það var engin svona kannski þegar hún var rústað þá var kannski engin svona hrein hugsun þar á baki það var meira eitthvað það var að eyðileggja þetta gamla og búa til eitthvað nýtt og hérna og en síðan fólk sko, sem hefur ekki unnið í svona félagsamtökum það áttar sig ekki á því hvað kostar mikið að byggja nýtt og hvað það er mikla fyrirhöfn og marga sjálfböðaliða og það er ekkert mál að rústa hlutum en það er mikið mál að byggja það upp á nýtt og þess vegna rústuðu salnum svo dróst það í hálft ár að koma honum í samt lag aftur og þá var komið svolítið nýr andi hérna þá var að þetta það var farið og bara komið hérna og úthýsa því úthýsa því, já og síðan fara að birtast í samtakablaðinu greinar sem að þér þótti mjög skrýtnar já góðs og fræðandi efnis í samtakablaðinu Híröfunu eru stuttar greinar af allt öðru tægi sem stingi í stúf við aðra umfjöllun já við fyrstu sín virðast greinarnar vera fræðandi innleggi umræðu geirhreyfinguna og góð ráð frá velviljuðum höfundi Við nánari skoðun sést að greinarnar eru unduróður til að sundra samstöðu samkynhneigðra með því að villa fyrir fólki og sá fræjum haturs og tortryggni. Já. Hvernig var þetta gert? Þetta er svona, ég fer yfir bara nokkrar greinar að því, sko, þetta er bara dæmi líka umræðinu sem var á netinu. Ég er bara að sýna hvernig hún birtist að því ég náði henni þarna í þessum greinum og gat svona aðeins farið yfir þetta og það eru svona mikla rangfærslur í þessu, sko, það verið að gefa sér hluti sem fólk veit bara ekkert og þetta fólk sem, ég veit ekki hver skrifaði þetta, en þetta fólk hefur augljóslega aldrei komið inn á Hommabar en samt er það að tjá sig stéttaskiptingu inn á Hommabar í New York 1969. Já, það lýsa Stonewall uppreisninni án þess að nefna Homma og nafn. Já, og líka það að þarna séu sko undir stéttir inn á Hommabarnum sem eru sko undir tróðanar. Já, sem eru eiga að vera ungir menn, heimilislausir unglingar og stelpustrákar og drottningar og að þetta sé undir ég man ekki hvernig ég orðaði þetta að þetta sé sko fastakúna Stonewall tilheyrðu lágstjætt jafnvel með að samkynhneigða dragdrottningar, stelpustrákar, ungi menn, transgendir og heimilislausir unglingar. Já, þetta sé lágstjætt ég get sagt þeim sem skrifuðu þetta að þessi voru taldur upp þeir voru ekki lágstjætt inn á Hommabar ungir menn eru ekki lágstjætt inn á Hommabar, þeir eru aðaliðið dragdrottningar eru ekki lágstjætt inn á Hommabar og stelpustrákar eru ekki lágstjætt inn á Hommabar þannig að þetta er svo viðbjóðslegt það verið að reyna sko og hverjir voru þá hommarnir? Jú, það voru einhver hvítir miðaldra menn sem tilheyra ekki lágstjættinni þetta er svo rætið og ógeðslegt og það er verður líka mikil áfangi sko þegar að ég man eftir í þetta var ábyrrandi í almennri umræðu og náðu langt út fyrir samtökin þegar að BDSM hópurinn var það undir samtökum innan samtökunum 78 þá var eitthvað svona uppgjörinn í félaginu og út af við þá eins og það sló mig á þessum tíma þá snerist þetta bara þetta BDSM dæmi en það var miklu stærra og meira en það. Já, það var mest rætt það en sko BDS dæmi var bara svona birtingamyndin út á við en það voru öll þessi fræði sem voru undir og til dæmis að sko að BDSM sé tekið inn í samtökin ég meina þeir get bara sko þetta er mest gagnkynhneigt fólk aðalega gagnkynhneigt fólk og að þau gætu bara stofna sitt eigið félag og átti ekkert erindi þarna inn en það var verið að samkvæmt fræðunum þá áttu þeir að vera utanveldu og jaðarsettir
og og í viðkvæmi stöðu eins og það heitir. Það er alltaf talað þetta, þessi allir jaðarsettur og í viðkvæmi stöðu og þá áttu að taka alla þessa hópa inn, líka einkynhneigða og einkynhneigðist skiptast í marga undirflokka og svo var BDSM skilgreind sem kynhneigð sem ég... Það er það náttúrulega alls ekki. Nei, sé auðvitað ekki, en þetta var bara birtingamyndin út á við, en aðalmálið voru þessi hinsegin fræði sem voru að taka yfir. Já. Og raun og veru, ég hef lesið svolítið þetta hjá, það eru bandaríski fræðimenn, James Lindsay og Peter Boghossian, hefur heyrt af þeim? Nei. Þeir skal kalla þetta raun og veru grievance studies, gremjufræði, sem eru gangað út á þetta. Þetta er náttúrulega einhvers konar marxísk hugsun að það megi að skipta samfélagi mannana bara alltaf í tvo hópa. Það er annars vegar hinnir kúuðu og hins vegar kúarar. Og þú sérð samfélagi alltaf með þessum glerugum. Þá ertu náttúrulega bara einhvers konar marxisti. En þetta eru líka marxist fræði og þú verður að vera marxist til að fylgja þessum fræðum. Og það er þessi fræði sem taka yfir samtökin og gera í raun og veru hommana sem byggðu upp samtökin að einhvers konar kúurum. Þeir eru bara hvítir, miðaldra, sískynja og svo var sagt líka að þeir varu efnaðir. Þá ertu komin með allt í hennu þá sem að byggðu upp samtök og í getum blóðsvita og tár eru þeir orðnir einhvers konar óvinnur. Þeir eru óvinnurinn og þeir eru óvinnurinn og þeir svo fáið að taka þeir eru óvinnurinn og þá setja það til hliðar og taka inn hópa sem þurfa hjálp. Og það eru fólk af öðrum kynþáttum, annan húðlit, fatlað fólk og þetta er fólkið sem þau segjast vera þá að sinna og þau með mikið mun að allt þetta fólk sé mjög mikið jaðarsett og í mjög viðkvæmri stöðu og þurfi mikla hjálp og þau ætla að hjálpa þessu fólki og það er í þessum slag í kringum BDSM rifrildið að þá í raun og veru verður svona algjör yfirtaka það ekki, það er smalað og það er og þá kemur meira svona þessi kynjafræði nálgun og festi sig í sessi með þeirri kostningu eða hvað, skilja það rétt? Já, algjörlega. Þau bara unnu þær kostningar og tóku yfir félagið og var ekki smalað bara einhverjum 309 nöfnum eða eitthvað hvernig var þetta? Jú, ég vildi ekkert fjalla það í bókina því að maður að passa sig, maður getur sagt eitt í svona viðtali, annað í blaðagrein en svo annað í bókum og að það kom fréttamaður á þennan fund og hann sagði er þetta ársfundur unglegarhreyfingar Vinstri grænna og það var svo mikið af fólki þaðan sem var bara streit en þetta getur maður ekki sagt í bók, það var bara eins og maður væri þá svona sár tapari og það var fólk sem skráði sig í félagi og tók þátt í kosningu. Já, það er hægt í öllum félagum en maður har aldrei búist við því í samtökunum og þetta er svolítið ósögð saga í raun og veru að samtökin 78 eru í raun og verulega yfirtekin með hostile takeover og þessi fallegu samtök sem óhætt er að segja að hafi unnið bara kraftaverk fyrir homma og lesbíur á Íslandi að þeim er snúið einhvern veginn í andhverfu sér. Já, og samtökin átti svo mikið goodwill inni og öll fyrirtæki og stofnanir lag og peninga og allt í þetta og þau höfðu svo mikið trúverðuleika að ef að þessi kenning hefði ekki náð samtökunum þá hefði hún aldrei komist á flug í samfélaginu en hún komst á flug í samfélaginu með því að ná samtökunum yfir og nýta allt þetta goodwill og svo núna ef þú googlar samtökin 78 samstarf þá færðu
endalaust af linkum. Það sem samtökin 78 er að handsala og undirskrifa samstarfið bara öll bæjarfélög landsins, öll stærstu fyrirtæki landsins og það er einhvern veginn þannig búið að sko smeygja sér inn í allar stofnanir og fyrirtæki og bara og með þessari hugmyndafræði, þessari marxísku hugmyndafræði. Já, og líka aðtóð sko, samtökin er ekki lengur vettvangur fyrir fólk til að hittast. Samtökin er orðin sko fræðslustofnun og hjálparstofnun. Það er mjög opinberandi kaflinn þegar að sko, samtökin flytja í núverandi húsnæði. Á 4 árum tókst aðgerðasinnum að brjóta niður allt félags- og menningarstarf, selja eignina og kaupa í staðinn miklu minni jarðhæð í gömlu húsi á Suðurgötu 3, þar sem vinstri sinnaður femínískur stjórnmálaflokkur hafði haft aðsetur. Húsið reyndist stórgallað og aðsetur félagsins var lokað félagsmönnum í meira en ár. Þegar samtökin opnuðu loksins á nýja staðnum árið 2014 var þar ekki félagsheimili og samkomustaður, heldur kennslustofa á ráðgjafastöð. Þar sáust engin merki gay-fólk, gay-líf eða gay-sögu. En samtökin þóttust sem fyrr vera félag og málsvari og homma og lesbía og sildu þannig undir fölsku flaggi. Munurinn var svo mikill að sagt var að gömlu samtökin 78 hefðu týnst í flutningunum og félagið í húsinu við Suðurgötu var í daglegu tali kallað nýju samtökin. Já, og þannig er þetta í dag að þetta er sko fræðslu og hjálparstofnun og ég sko ég gaf út bókina þá ég farið þarna niður eftir og gaf þeim bókina og átti samtal við nokkur á stjórn og sko þetta er kannski frá því þetta gerðist svona 2014 eitthvað þess áttar þá er þetta kannski sko 3. kynslóðin í stjórnsamtakan sem er núna og þetta er allt sko þetta er allt gott fólk, ég kunni vel við þetta fólk og ég gaf þeim bókina og ég ræddi við þau og ég gekk í samtökin í fyrsta skipti núna og borgaði félagsgjald en ég gerði það ekki út af samtökunum. Ég gerði það út af þessu fólki sem vildi hitta mig. Það voru svona 4 einstaklingar sem áttu mjög reynskilnar og góðar umræður og ég gerði það fyrir þau að því mér þótti þetta gott fólk en ég er ekki sammála að samtökin eigi að vera fræðslu og hjálparstofnun. Þannig að En af hverju ef ég væri myndi taka stöðu gegn þér og segi, byrju af hverju á það ekki vera fræðslu og hjálparstofnun menn þetta er fólk sem að þarf á fræðslu og hjálp að halda. Af hverju ekki? Já, sko ég er ekki sammála því að þurfi endilega frekar en aðrir samfélagstegnar, þurfi einhverju sérstaklega fræðslu og hjálpa að halda og það er næg fræðsla í samfélaginu og eins og aðrir, bara eins og þú og ég, ef við lendum í einhverju, þá leitum við okkur aðstofar bara annar stað, þú getur farið til sálfræðings, þú getur farið til heimilislæknisins, þú getur talað við foreldraðina, þetta er bara eins og með allt, þessi hópur er ekkert svona jaðarsettur hvorki hommar, lesbíunni, kynsegin fólk og það er ekkert í svona viðkvæmi stöðu eins og sagt er. Þetta er bara ekki þannig núna árið 2024. Það er bara verið að teikna upp ákveðna mynd svo að þau geti sinnt þessu. En svo er annað. Til þess að er ekki verið að teikna þessa mynd til þess að skapa undirstöðu fyrir ákveðin iðnað. Jú, í raun og veru. Það finnst mér. Og það er þessi fórnarlamba iðnaður. Það er þessi fórnarlamba iðnaður og svo er sko ef að samtökin myndu verða bara vettvangur og þú þurftir hjálp og fræðslu að þá getur þú bara farið niður í samtök í þennan vettvang eins og var áður fyrir og móta þína eigin lífsskoðun út og það sem við vorum að tala að sko að hér í den þá var ekki spurt sko við vorum að berjast fyrir réttindum homma og lesbía en ekki fyrir hvernig hommar og lesbíur ætti að vera. Þú þurftir ekki að vera aðgerða sinni. Þú máttir alveg vera íhaldskall. Skilurðu? Þú þurftir ekki að vera kallmannlegur. Þú máttir alveg hafa áhuga á smákökubakstri. Og skilurðu? Þú máttir vera eins og þú vildir sem hentaði þér. Þú máttir hafa þín lífsviðhorf. Þú þurftir ekki að fylgja neinni stefnu. Það var engin kenning. Núna eru félagsmenn í samtökunni 78 nánast undantekningarlaust
einhvers konar aðgerðasinnar sem að kjósa vinstri græna. Þeir aðgerðasinnar og kannski kjósa vinstri græna og eru með ákveðin lífsviðhorf og ef þú ert ekki þar þá ertu óvinnur. Ég ekki að kaupa þetta. Og þar með eru hommar sem að fylgja til dæmis sjálfstæðisflokknum á málum í svona lífsskoðun sinni að þeir upplifa þessu óvelkomna í samtökum 78. Já, þeir gera það og en ég verði ekki neitt. Þetta fer minkandi. Þetta viðhorf, ég alveg tekið eftir því og þannig að samtökin þau halda áfram að þróast og mér finnst eins og í dag þau séu að þróast frá þessum þræðum en samt er holningin á samtökunum ennþá algjörlega út frá þessum þræðum en þau eru samt á leiðinni burt. Hvað heldur þú hafi valdi því að ef það er rétt hjá þér að þau séu á leiðinni burt frá þessu? Hvað tryggir það? Hvað breytist? Ég held að bara almennt þessi fræði og margt annað í samfélaginu sem að kom upp fyrir nokkrum árum að það á leiðinu út. Bara þessi út að tala með hann allsherjar vókisma. Allsherjar vókisma. Sem að í fyrstu fólk var svona hrætt við og hugsaði og ég verði víst að taka þátt í þessu, annars ég ekki góð manneskja. En núna eru fleiri og fleiri fannir að sjá, þetta eitthvað bölvarugl. Það er málið. Og ég held líka annað. Ég held ef að hlutir eru rugl, þá mun fjara undan. Það er ósjálfbært. Það er ósjálfbært. Og þess vegna hef ég aldrei haft svona til lengri tíma miklar áhyggjur að þessu. En þess að ég held að allt rugl bara, það fjarar undan því, það er ósjálfbært og bara það mun þinnast út og eyðast. En það er þá sama hvort sem það er hvernig eitrað var fyrir samtökunum 78 á löngu tímabili eða önnur vókmál í samfélaginu að þetta áallt rætur sínar að rekja til eins og þú segir menntamanna og forræðishyggju menntamanna sem að lesa einhverjar ákveðnar kenningar og vilja heimfæra þær á allt samfélagið og eins og þú segir að forræðishyggja menntamanna án tengsla við líf almennings er söm við sig og hinseginfræðingar vissu sem aðrir að orð tjá ekki endilega veruleikan en eru óhjákvæmilega að forsenda allra hugsunar. Nú þyrfti 9 orð til að kenna fólki að hugsa veruleikan á nýjan hátt samkvæmt hinseginfræðum. Þá var þessu gay öllu útýst og allt það. Þetta þegar ég skrifaði svona setningar ég ekki bara skrifa þetta ég einhvern veginn lá yfir þessu, ég vildi að þetta yrði rétt þetta ekki bara hent fram að tilviljun og það er eins og við vorum að ræða á hann þar með var ljóst að gay-hreyfingin hafði orðið viðskila við samtökjum 78 hún klofnaði ekki, heldur var félagið yfirtekið af annarri hreyfingu og heldur að séu margir sem að sjá þetta svona? Já. Bókinni hefur verið svo vel tekið og á ólíklegustu stöðum og að ég alveg í skýjanum yfir hvernig bókinni hefur verið tekið og það kemur ekki óvart eins og ég segja því að hún er vel strúkteruð, uppsett og þetta er bara þegar maður lesir þetta þá þetta er bara sláandi staðreyndir sem að sláði í andlitið í raun og veru. Og ég einhvern veginn ég átti ekki vona á því að hann yrði svona vel tekið og auðvitað eru sumir sem bara nota þess aðferð þegar kanselerinni, hún er ekki til, hún er aldrei komið út og afneitinni en það er bara þeirra mál þetta er þessi bók hún náði í gegn og margir sem hafa til dæmis eins og komið til mín jafnvel keypta með bókina heima bara og að þeir sögðu við mig að þeir þora ekki að mikið að tjá sig. Nei, það er ennþá og á sérstökum vinnustöðum sem ég ætla ekki að nefna hér að því að þau segja að vókismin er þar svo ráðandi að þau bara vilja ekki setja sig þá stöð á vinnustanum að það er ennþá þannig en eins og þú segir, ég hef líka á tilfinningunni að bara almennt í samfélaginu öllu þá
þá séu fleiri og fleiri að átta sig á að þetta sé einhvers konar ósjálfbært rugl sem að beri að raun og veru mótmæla og það eru fleiri og fleiri raddir sem eru farnar að þora að tala upphátt það en ennþá auðvitað mikill ótti af því að það þú varst ekki með í vókinu, þá ertu vond manneskja og þá ber að útísa þér úr samfélagi manna þetta allt mjög skrítið og þetta sko sko þetta nýja hommahatur þetta kallast svolítið gamla hommahatur hjá að því nýja hommahatrið það kemur frá marxistum og sko þetta kallast svolítið við gamla hommahatur sem kom frá vinstrihreyfingunni í gamla daga sem vildi ekki hafa með okkur að gera meðan þjóðvilni kom út á það að þar var svona álitið að hommar væri bara einhver svona úrkynnið yfirstétt en svo kemur þetta aftur áratugum seinna að við erum úrkynnið forréttinda og við erum hvítir og miðstéttamenn og við erum efnaðir og það er eiginlega úr sömu áttum það eru sömu þessari vinstri sinnuðu átt og mér finnst að því eftir þessa áratuga vinnu þarna sem ég var í að varandi þessi mál að þegar uppi staðið þá voru það ekki sko vinstri sinnuðu vinir mínir að því ég mjög vinstri sinnaður sem að einhvern veginn lyfta okkur upp mér fannst hægri menn þegar þeir tóku sér loksins til þá gerðu þeir það miklu betur og miklu heilbriðari hátt og það var áhugavert moment í þessari sögu allri sem mér finnst tengjast þessu þegar að á stöð 2 kvöldfréttatímanum eitt skipti þá var Sindri Sindrason okkur að taka viðtal við mannesku sem var í forsvari fyrir samtök líkamsvirðingar sem að sagði sko að það sé víst í lagi að vera feitur og ekkert óholt að vera feitur og það allir að vera stoltir af sínum líkamum þetta ein svona gremjufræðin sko hvort það kallir fat studies eða í þessum anda og Sindri hann sem sagt, hún segir við hann að hann skilji ekki neitt af því að hann sé ekki sko, til ekki minnihlutahóp og þekki það ekki að vera undirokaður í samfélaginu og hann leyfir sér að segja býttu, ég samkynhneigður og á ættleitt barn frá sem brúnt á hörund og eitthvað svona og þá kemur upp sko alltaf í samfélaginu úr þessari átt sko það sem hann kallaður epalhommi yfirstjættahommi og þetta alveg akkurat í þessum anda þetta í þessum anda og jafnvel samtökin studdu hana gegn honum það kemur ekki óvart á þessum tíma og mér fannst þá, þegar þetta epalhomma tal kom þá fannst mér ég vera komin aftur til 1975 og það var þetta góða vinstrisinnaða fólk sem farði okkur þangað og ég man vel eftir þessu máli sko. Þetta magnað, þetta góða vinstrisinnaða fólk sem er svo göfugt og gott að því allt leyfilegt í raun og veru. Það er en svo annað sko, það er svo lítil sko, það mikil tjáning í dag það mikil tjáning í samfélaginu eins og Facebook og allstaðar og niður í samtökun það mikil tjáning, en það lítil hugsun og það finnst mér vanta svolítið inn í þessu umræðu það sem ég vildi koma með þessari bók að það var, fólk fengi að hugsa bara þessi mál á sín eigin forsendum og þá er ég óvinnur ég er ekki að bóða neitt annað en að koma með aðra sína á þetta og segja þessa sögu þannig að fólk getur hugsa út frá því en það eru margir sem vilja ekkert hugsa þeir eru búnir að finna stefnuna og það er aldrei gott Við sjáum þetta í sko, það deilt transmeðferðir barna og ég var einmitt með einn viðmælandi daginn sem að hafði sko, fengið yfir sig mikið mikið fúkirða flaum fyrir að tjá sig þessi mál á bloggsíðu og á vinnustæðinum hans þá þegar hann talaði ok, ef við ekki að taka umræðu þetta þá kom þetta viðkvæði, nei við viljum ekki umræðu, það á að fordæma þetta þá bara fordæma allt tal þetta og enga umræðu takk þetta náttúrulega
þetta er ekkit í anda sko lýðræðislegs samfélags. Nei. Það á að vera leyfilegt að ræða allt. Já. Og ef við ræðum ekki hlutina þá komumst við ekki það niðurstöðu. Við höfum bara leikreglur í sko hvernig við berum okkur í samtölum, við verum að vera kurteis og ekki vera með ruddaskap, en þá að vera hægt að ræða allt samt. Já, og maður ágætt að fengja að ræða við fólk á þess að það útiloka mann og setja maður bara út fyrir dyrnar sko. Og það finnst mér svolítið vanta að fólk, mikið af þessari vók speki er það að það megi ekki fara svolítið djúpt onni þetta og ræða hlutina og fólk með andstæða skoðanir, það er ekki hlustað á það, heldur því er útskúfað. Já, því er úttíst og því meina að tala, í Bandaríkjunum að sjá við, sko, þetta er búið að vera í áraræðir núna, að sko, einhverju fyrirlesarar ætla að koma og tala í einhverjum háskólum eða eitthvað, þá er bara orgað og gargað þangað til að viðburðunum er slaufað. Og það er þess að samræðan má ekki eiga sér stað. Nei, og hvað leiðir þetta af sér? Þetta leiðir það af sér að fólk fer úr svona eðlilegum skoðunum yfir til fasistana. Því ábyrðu svo þetta að það flykkst þá yfir á ysta hægri vangin. En þetta eru líka fasískar tilhengar sko vinstramegin að banna samtalið. Auðvitað er þetta fasískar, þetta eru algjörlega fasískar. Og hugmyndir okkar eru nú bara kennisetningar sem að sko, það er trúvilla að mótmæla þeim. Já. Þetta er náttúrulega bara fasismi. Já. Og líka þegar einhver segir eitthvað þessi mál hérna í samfélaginu, um homma eða lesbíur eða kynsegin fólk eða transfólk, þá er yfirleitt brugðið svo hart við og viðkomandi honum er útskúfað og hann er fordæmdur og hérna, það er aldrei reynt að hlusta á hann og eiga við hann samtal, þannig að til dæmis það sé að ná ásættanlegri niðurstöðu. Heldur, þetta gerist líka þegar Baldur bauð sér fram og hérna þá eru þarna nokkrir einstaklingar í manni til gömlu manni sem sagði að honum hugnaðist ekki að það væru 2 karlmenn á Bessastöðum og húsfreyjan var í karlmaður og þessum gamla manni var útist og kallaður íhaldskarfur og var í þekktur og svona í staðin fyrir að hann var mjög kurteis maðurinn í staðin fyrir að eiga við hann gott samtal og segja við hann nú eru breytti tímar og maður skilur þína hérna og bara eiga við hann gott samtal og hérna að því hann var ekki dónalegur og hérna að það sé einhverjar íhaldsamar afstöður séu sko bannfærðar. Það eru bannfærðar, það er fasismi. Já, það er fasismi og þessi gamli maður, hann hafði ekki forsendur til annars heldur en að hafa þessa skoðun. Ef skoðar hvað var orðin gamall og það er hægt að mæta honum á hans forsendum að ræða við hann. En ekki að svíverðan og útskoðan, hann var ekki með svíverðingar. En hann fekk mjög mikla svíverðingar á móti. Þessi nálgun, hún er ekki heilbrigð, hún er ekki rétt. Nákvæmlega. Herðu, ég get ekki annað en aftur endurtekið sko hrifningu mína á þessari bók Strákar úr skugganum og mæli hygglust með lestri hennar. Mér finnst að það sé mikil þörf á því að ekki bara gay-samfélagið, heldur bara allt samfélagið kynsetta, því að þarna er þetta er svona smækku mynd af stærri hreyfingu sem þessi vók hreyfing er sem þú lýsir bara hvernig þetta kemur inn til ykkar í samtakanum 78 en þetta er auðvitað út allt samfélagið og þannig að þetta er óbúslega mikilvæg bók og fólk getur keypt hana væntanlega bara í næstu bókaverslun. Já, hún fæst í öllum bókaverslunum. Nákvæmlega og við erum sammála um það að ósjálfbærar hugmyndir hafi ekki mikla framtíð fyrir sér og það sé svona hægt að hóra með bjart sínis augum á framtíðina svolítið. Þetta gæti rétt sig af. Þetta munir rétt að sig af, Algjörlega. Já, ég er algjörlega sammála því. Böðar, það búið að vera heiður og gaman að spjalla við þig. Ég þakka þér kærlega fyrir komuna. Já, sömuleiðis bara. Ég þakka þér kærlega fyrir að fá mig hingað. Takk fyrir. Takk fyrir.